Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 21. maí er 7. sunnudagur eftir páska. Þema dagsins er Hjálparinn kemur. Lexían segir frá endurkomu Drottins. Í pistlinum snúa lærisveinar Jesú aftur í loftstofuna og í Guðspjallinu biður Jesús fyrir lærisveinum sínum. En við skulum byrja þessu stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 17. kafla og hljóðar svo. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðin, ég er ekki lengur í heiminum, þeir eru í heiminum en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem að þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötuninnar, svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín, þetta tala ég í heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkomin. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá af því að þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleika, þitt orð er sannleikur, þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað er Hjálparinn kemur. Hjálparinn er heilagur andi. En áður en Jesús stég til himins, sagði hann, þegar Hjálparinn kemur sem ég sendi ykkur frá föðurnum, sannleiks andinn, er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Hjálparinn er andi sannleikans og hlutverk hans er ekki að beina athyglinni að sjálfum sér, heldur á hann að vitna Krist og beina sjónum okkar til Guðs. Hann á að hjálpa okkur að greina á milli hvað er sannleikur og hvað er blekking í þessum heimi. Því að við lifum við allskyns freistingar og eigum í stanslausri baráttu að breyta rétt. Guðspjallið er bæn Jesú til Guðs. Í fyrstu versum kaflans biður hann fyrir sjálfum sér. Síðan biður hann fyrir lærisveinunum í áheyrn þeirra. Hann segir að hann biðji ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú, það er Guð, hefur gefið honum. Og að lokum biður hann fyrir öllum þeim sem trúa á hann og munu standa frammi fyrir hásæti Guðs á efsta degi. Allir menn þurfa á bænum og handleiðslu Guðs að halda. Milli föður og sonar ríkir jöfnuður, þeir eiga allt saman. Það kann að virka undarlega að Jesús bað ekki fyrir heiminum, en hér stendur þetta orð heimur ekki fyrir umhverfi okkar eða hina fallegu sköpun Guðs í náttúrunni, heldur stendur orðið heimur fyrir hinn ráðandi illu öfl heims sem hafa áhrif á allt líf hér á jörðinni. Jesús biður fyrir lærisveinum sínum því að hann skilur þá bráðlega eftir. Hann hafði varðveitt á og gætt þeirra og enginn glatast nema Júdas sem kaus að svíkja Jesú, eins og ritningin hafði spáð fyrir. Lærisveinarnir hafa lært að þekkja Guð og eiga mikið starf fyrir höndum að breiða út fagnaðarerindið, en það mun heimurinn, þar að segja, hinn andstæðu öfl í heiminum, hata þá fyrir.
Jesús biður Guð að varðveita þá frá öllu illu og gefur nýja útlistun á stöðu hins trúaða manns. Hann ekki lengur af þessum heimi, vegna þess að hann hafi anda sannleikans í sér og sé orðin hluti af hjörð Guðs. Og muni að Jesús sagði eitt sinn, mitt ríki ekki af þessum heimi. Allir þeir sem taka við orði Guðs verða frátekin líður hans. Pistillinn úr Póstlagasögunni og nokkrum versum á undan hafði Jesús stigið til himins í viðurvist lærisveinanna og þeir snúa frá Olíufjallinu til Jerúsalem. En þar segir, þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu sem svo nefnt og í nánd við Jerúsalem, hvíldardags leið þaðan. Þeir komu þangað fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Þetta voru þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartólómeus, Matteus, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Konurnar voru einnig með þeim og María móðir Jesú og bræður hans. Öll voru þau með einum huga stöðug í bæninni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Í Markúsi og Lúkasi segir að þegar lærisveinarnir borðuðu síðustu kvöldmáltíðina með Jesú voru þeir í loftsal. Kannski það sami staður og hér nefnt loftstofa. Þessi aðstaða hefur kannski verið aðstaða þeirra í Jerúsalem frá því að Jesús var krossfestur. Þeir eru taldir upp 11, auk nokkurra kvenna, Maríu móður Jesú og bræðra hans. Í þessu samfélagi var önnur skilgreining á bræðrum og systrum en hjá okkur. Í Tóbits bók kemur fram að menn skilgreindu sig sem bræður ef þeir voru af sömu ætt og ættkvísl eða bjuggu í sama þorpi. En Jesús útvíkkaði þetta hugtak hann sagði, hver sem gerir vilja Guðs, sá bróðir minn, systir og móðir. Hann nefndi ekki faðir, því að Guð faðir hans. En boðskapurinn að sá sem gerir vilja Guðs Guðs barn. Í Jóhannesi segir Jesús, sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En lexían sem við komum síðar að mun einmitt fjalla þennan efsta dag og spámenn Gamla testamentisins myndust nokkuð oft á þennan ákveðna dag. Oft stendur skrifað á þeim degi. Og Jesús var spurður þennan dag, sagði hann, þann dag eða stund veit enginn. Hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. Dagurinn hefur líka verið nefndur dagur dómsins eða dagur drottins. Og okkur ekki haldið í neinum vafa hvað muni gerast á þessum degi. Eitt sinn Jesús sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurði hann, segð þú okkur hvenær þetta verður? Hvernig sjáum við að þú sést að koma og veröldin líði undir lok? Og Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkur leiða ykkur í villu, þar að segja, haldið boðskapnum hreinum og sönnum, því að margir falskpredikarar munu koma og reyna að véfengja orð hans í því skyni að gera menn afhuga trúnni. Það mun verða ófriður alla jörð, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, það verða hungur og landskjálftar og þessar hörmungar kallar Jesús upphaf fæðingarhríðana. Og sannspár var hann þegar hann sagði að írska og hatur í heiminum myndi vaksa og kærleikur kólna. En góðu fréttirnar að sá sem staðfastur allt til enda verður hólpinn. Fagnaðarerindið ríki Guðs verður predikað alla heimsbyggðina
til þess að allar þjóðir fái að heyra það og þá, sagði Jesús, mun endirinn koma. Vakið því þér vitið ekki daginn né stundina, sagði Jesús í dæmisögunni meyjarnar 10. Og þá erum við komin að leksíunni sem úr Sakaría og fjallar einmitt þennan ákveðna dag. Þar segir: En drottinn Guð minn mun koma og með honum allir heilagir. Á þeim degi verður hvorki hlý sólarbirta né svalt mánaskinn. Það verður samfelldur dagur og á því kann drottinn einn skil. Ekki dagur, ekki nótt og jafnvel að kvöldinu verður bjart. Á þeim degi mun ferskt vatn streyma frá Jerúsalem, að hálfu í Austurhafið og að hálfu í Vesturhafið, jafnt sumar sem vetur. Drottinn mun þá verða konungur yfir allri veröldinni. Á þeim degi mun drottinn verða einn og nafn hans eitt. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Algengasta túlkun á þessum texta er að allt mun breytast. Jörðin verður ekki eins og við þekkjum hana. Það verða miklar náttúru hamfarir. Í versinu á undan segir að olíufjallið muni klofna í tvennt. Sama fjall og Jesús sat á áðan og lýsti hörmungum heims fyrir lærisveinunum. Þennan dag, hinn efsta dag, verður drottinn einn og nafn hans eitt. Það er svo margt sem okkur er hulið, enda sagði Jesús einu sinni að við myndum ekki skilja það. Það væri ofar okkar skilningi. En kannski er það spádómur að hinn heilaga þrenning verði á þessum degi að einum Guði. En eins og textinn sagði, á því kann drottinn einn skil. Já, þema í dag er hjálparinn kemur. Við erum ekki ein, heilagur andi hjálparinn er meðal okkar. Jesús sagði, í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Já, hann sigraði heiminn og ég minn ykkur aftur á að hugtakið heimur stendur fyrir hinn illu öfl í okkar veröld. Í Efesusbréfinu skrifaði Páll: Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tigninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaverur vonskunar í heimgeimnum. En það sem svo fáir áttar sig á er að baráttan stendur okkur. Það er hvern kjósum við. Jesús og heilagur andi vilja leiða okkur til Guðs, en hinn illu öfl vinna á móti Guði og vilja leiða okkur frá honum. Þess vegna varaði Jesús við falsbámunum og öllum þeim sem sá efa í hjörtun kærleika Guðs og ríki hans. Og hann varar við öllum þeim sem vilja leiða okkur í villu. Hann sagði: trúðu á Guð, trúðu á mig og þú munt hólpin verða. Það er trúin á hann sem að bjargar okkur, því að hún gerir okkur að systkinum Jesú og börnum Guðs. Þess vegna bið ég, heilagi Faðir, gefðu okkur öllum speki til að þekkja þig, visku til að skilja þig, þrá til að finna þig, þolinmæði til að bíða þín, augu til að sjá þig, hjarta sem íhugar þig og líf sem lofar þig. Megi friður Guðs umvefja okkur öll. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.